Broddi samstarfsverkefni HR og RÚV sem ég síðan stýri. Ég verkefnisstjóri í þessu verkefni. Broddi gengur út á það að notandinn geti nálgast upplýsingar af vefsíðum með íslenskum raddskipunum. Hugmyndin kom til þegar ég var á leiðinni til Keflavíkur með son minn á fótboltamót. Og klukkan var 8:30 morguninn og það var ekkert áhugavert í útvarpinu. Ég rétti syni mínum símann minn og beði hann að lesa fyrir mig fréttir. Og hann tekur við símann og segir, já, hvað má bjóða þér? Má bjóða þér mestlesið eða innlent eða erlent? Og ég við stýri og segi, heyrðu, Kári, lestu fyrir mig innlent. Og þá lesa hann einhverjar fyrirsagnir og ég segi, nei, næstu, viltu þessa fyrirsögn? Já, heyrðu, lestu þessa. Og svo lesa hann þessa fyrirsögn. Og lesa fyrirsögnina og lesa alla fréttina í rauninni. Og ég hugsa á leiðinni, svakalega þetta þægilegt. Já. Að í fyrsta lagi geta sagt útvarpsmanninum hvað hann á að lesa, sem bara draumur minn. En síðan þetta líka það að geta verið með hennan persónulega, raddstýrða fréttalesara sem les þær fréttir sem að ég vil þegar ég vil. Það sem við erum að gera að í rauninni auka aðgengi að þessum upplýsingum. Og hvað sem fyrir ófatlaða eða fatlaða, að þá nýtist þetta aukna aðgengi nánast öllum. Við byrjum á því að vinna með fréttir sem efnið. Við gerum það í rauninni einfaldlega vegna þess að fréttir eru bara mjög áhugavert og skemmtilegt og efni og þetta efni sem að fólk sækir mjög oft í.